Góðan daginn og velkomin í þátt númer 71 hérna á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég handavinnu Óð. Nú eins og þið sem áður hafið verið hérna með mér sjáu að þá er ég ekki á sama stað og venjulega. Ég flúði inn í stofu af því að birtan er alveg að ganga frá mér þarna inn í hérna fendurherberginu mínu. Þannig að ég ákvað að prófa að vera hérna og nota enga lýsingu nema bara baklýsinguna sem eru svona, gluggar og það er skýjað og þannig að þetta ætti að vera ok. En þó ég sé með sömu aðstæður þannig inn í hinu herberginu það er allt umhverfið mikið dekkara. Þannig að það er svona rosalega erfitt að eiga við birtuna þar. Þannig að hérna, og bara velkomin nýr og gamlir og við bara sjáum hvað setur hérna í þessu horni. Nú ef ekki þá færum við okkur bara í annað horn, það er nú á hornum hérna í þessari íbúð. Ég ætla að fara yfir klár, verk í vinnslu og hvað er á döfinni, hvað er í pokanum og blaður og spuninn og bara þetta hefðbundna. Og eins og þið sjáuð í upphafinu á myndskeiðinu þá sjáuð þið hvar mig er að finna og er ég sjálfsagt hvað virkust á Instagram í sambandi við prjónaskapinn. Það er 3. kaffibóllinn, klukkan er bara orðin ansi margt með við, hún er bara orðin 10 með við hvað við erum nú yfir mjög snemma á ferðin en ég er bara búin að vera að lasa inn og bara lengi að koma mér í gang og svona en ég fer yfir það bara á eftir. Nú, ég er í fyrsta klárinu og það er pröfuprjón sem ég gerði fyrir hana mínu Philip, The Knitting Expat sem er með YouTube-brás og hannar helling og er með uppskriftirnar sínar til sölu á Ravelry. Og þessi peysa heitir Yorkville og uppskriftin kemur út held ég eftir í september, upp á miðjum september eða eitthvað, allavega skilafresturinn á því að prjónana var til 4. september og þegar hún er yfirleitt búin að henda sér inn eftir 2-3 daga ef ekki stórvægilegt er að og það hefur ekki verið. Við erum búin að fá einn leiðréttingapóst sem hafa bara meira leiðrétting og orðalagi heldur en nokkru öðru, þannig að þetta er búið að vera bara mjög blátt áfram og ekkert vesen. En þetta er sem sagt Yorkville, ég ætla að standa upp svo ég geti sýnt ykkur hana. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað betra, en hún er svona stutt. En það er auðvitað hægt að hafa hana síðari en þar sem ég var að pröfuprjóna, þá ákvað ég bara að fara eftir uppskriftinni. En svo kemur svona skemmtileg síkkun hérna bara í stroffið að neðan. Þannig að það blasir ekki alveg eins hérna þegar maður þarf að beygja sig fram og svo leiðis. Og ég fíla þetta bara mjög vel svona við gallabuxur. Er ekkert rosa mikil kjóla eða pilsa manneskja. En þetta er líka geggjað. Ég séð nokkrar í þessu utan yfir kjóla eða með pilsum og þess aftar. Og ég veit að Ellie hjá Skeindýrnits er einmitt líka að pröfuprjóna þessa peysu og hún er eingöngu pilsamanneskja þannig að það verður gaman að sjá hvernig þetta kemur út hjá henni. En Mína hún hannar mjög, eins og ég segi, það er allt svona mjög bara blátt áfram, straight forward hjá henni. Það er ekkert, hún hérna er mikið með svona áferðarprjón. Til þess að vega upp á móti öðrum einfaldleika í hönnuninni. En það sem ég fílaði mest í peysunni voru ermarnar, hvernig þær eru gerðar. Það eru styttar umferðir gerðar hérna. Þannig að hún er ekkert strekkt hérna yfir eins og ef maður hefði bara byrjað strax að prjóna ermina út. Þess að þar sem að garðaprjónin er, þar er ég að gera styttar umferðir. Þannig að hún liggur rosalega vel. Bæði hérna þá yfir berustykkið og á handleggjunum. Hún er ógeðslega heit, ég er alveg að kafna, ég ætla að láta mig hafa. Já, ég er búin að vera með heita vellu og svona þannig að ég finn vel fyrir því að vera í ullapeysu. Ég notaði hérna
bara karisma frá Drops sem að smellpassaði við, prjónafestan í því smellpassaði við prjónafestuna sem að Mína vill fá á þetta og þetta er litur númer 11. Mér langaði ógeðslega í karrigulan en hann var bara ekki það var ekki til nógu margar hespur í sömu lotunni. En þetta er karisma að gefa fyrir 4. Ég geri aðalhlutan á 3,75 og stroffin og það á 3,5. Og það smellpassaði við það sem að þann grófleika sem eða prjónafestuna sem að Mína vildi fá. Þannig að, ég ætla að taka henni smá viljandi útúrdúr, en ég er búin að vera, það er allir alltaf svona, rosalega prjónar af peysum og hvernig ferðu að því að ganga í þessu öllu og svona. Ég fer náttúrulega ekkert að því að ganga í þessu öllu, það er ekki, ég er að spá ég að skora á sjálfa mig. Ég taldi peysurnar sem ég á kláraðar upp í hillu hjá mér í gær og sem að eiga heima ennþá hjá mér og þær voru 40. Svo var dóttir mín eldri hann vantaði eitthvað svona gollu og eitthvað og ég sagði, þú mátt bara koma og fá þessa sem þú varst í daginn sem var svona karrigul peysa úr Cotton Merino eftir Joji Locatelli. Hún sat aldrei vel á öxlunum á mér, var alltaf að renna af og hún er geðveikslega falleg og alltaf ógeðslega mikið vinna í henni og alltaf, en hún var bara inn í skáp og hún kom og mátaði hana og svo lét ég hana máta aðra peysu, nú er að stóla úr mig hvað hann heitir, en hún er í Ísteksblaðinu þessi sem er svona eins og kápa og það er lopi, það er aðalitur og svo svona popprendur alltaf á til inni og hún er alveg svona, vel niður fyrir rassít á henni og ég let hann taka hana og svo gaf ég henni líka peysuna sem að ég segi að það sé tvöföld ást í hverri lykkju sem ég gerði úr Drops en þá peysa sem ég fékk frá systur minni eftir að Ragnar frændi minn lést og hún var komin upp að höndum með eitthvað, þannig að hún var búin að prjóna stæðstan hlutan og ég ræktaði upp og prjónaði hana og gerði bara nýja peysu, þannig ég segi alltaf þessi tvöföld ást í hverju leikju því að mamma hans var búin að vera prjónda fyrir hann og ég hugsaði til hans allan tíma sem ég prjónaði peysuna og ég spurði Önnu mína hvort að hún vildi fá hana og hún sagði já takk, þannig að nú er hann bara þreföld ást í hverju leikju og bara þú veist, já, núna 37 peysur og það mikið mér nóg í ljósi þess að ég er með 6 nýjar á prjónunum sem við förum yfir fljótlega. En áskorunin er svo að vinkona mín, hún skoraði á sig fyrir 2-3 árum að ganga í öllum kjólunum sínum. Hún fór í gegnum fataskápinn og sá að hún átti eitthvað yfir 30 kjóla, svona ekki, þú veist, eitthvað brjálæðislega fancy, bara svona hversdagskjóla. Og hún skoraði á sig að ganga í einu kjóla hverjum degi alveg þangað til hún var búin að fara í gegnum það og þá gat hún líka gert upp við sig hvort hún vildi eiga það áfram eða gefa það. Og svilkona mín er líka að gera þetta en hún er bara svona að fara í gegnum fataskápinn hjá sér almennt og er að fara í flíkur sem að hún er búin að eiga í 2 ár en eru ennþá með verðmiðanum á og fer í þeim í vinnuna til þess að hún neyðist til þess að vera í þeim. Hún vinnur í Reykjavík, býr hér á Akranesi og getur þá ekkert stólist heim til þess að fara úr flíkinu. Hún bara verður að láta sig hafa það að vera í henni allan daginn. Og svo kemur hún bara heim og ákveður hvort hún flíkin fá að fara aftur inn í skáp eða hvað. Nú og mér datt í hug að gera eitthvað í þessum dúr en ég er náttúrulega með rosalega mikið af svona hlýjum peysum þannig að ég kannski geri þetta í september en þá er ég að spá í að vera í einni peysu á dag, setja mynd á mér á Instagram og svona daginn, taka mynd á mér í henni, vera í henni allan daginn, setja það svo á Instagram kvöldi og skrifa svona eitthvað einhverju hugleiðingar þessa peysu, hvort hún fá að vera eða fara eða verður, hvort ég reki það upp eða hvað, því að sumar peysurnar bjóða alveg upp á það.
Þannig að ég að spá ég að gera þetta. Svona ljósið þess að nú eru 37 peysur til og 6 á leiðinni, eða 6 komnar á prjónana. Og svo langar mér líka að gera þetta við sjölin mín, þó ég sé búin að gringa brjálæðislega á þeim, þá eru sum sem að ég get ekki skilið við ennþá, þó að ég viti að þau er ekki alveg inn í minni litapallettu. En ef ég prófa að vera með þau í eitt ákveðið sjal í 2-3 daga og sjá hvað gerist, af því að ég minna maður verður að hafa pláss fyrir allt þetta nýja prjón. En þetta var útúrdúr, þannig að já, hvernig líst ykkur á þetta? Ég er mjög spennt fyrir þessu. En næsta klár var svo rúnni júl sem ég gerði á litla manninn, hann Hilmi Þór, sem var að byrja í leikskóla og ógeðslega gaman og er fyrsta heila daginn sinn með mömmu sinni í dag þar, en ég veist að hún gæti alveg farið, sko, hann er það spenntur og hann hefur yfirleitt verið ósáttur að fá ekki að vera eftir þegar maður hefur verið að fara með Hrafn í leikskólan og tekið hann með. Hann vill fara að leika við krakkana. Þannig að ég gerði einu svona gæjalega rúna júl á hann með þessari skemmtilegu síkun hérna aftan sem að gerir krútleg börn enn krútlegri. Mamma vildi rúllukraga og hún vildi þetta hérna gagn af því hún var svo hrifin af bara tvítinu og því í því. Og þetta náttúrulega stingur ekki neitt og frábært í svona fyrir lítinn sóða að þessu má bara hendi vel á 40 gráður með strikki undir. Og þetta er litur 3379 Starling og peysan vó held ég 203 grömm eða eitthvað álíka. Þannig að ég gæti gert svona minni rúna júl úr þessu en ég ætla að gera húu á hann við úr þessu og svo sjáum við bara. Kannski hendi ég í brók á hann, svona grófa brók við peysuna, en bara með sléttu prjóni. Þannig að þetta er alveg fínasta svona, hann er mjög heitfengur þannig að hann í sjálfu sér þarf ekkert endilega við einhverja svaka ullarpeysu að gera. Og mamman, hún spurði bara hvað hann ætti að kaupa og ég sagði henni þá, þetta er fyrst skipt sem ég læt undan og leyfi henni að kaupa garnið. Þannig að það var mjög skrýtin tilfinning, en hún bara krafðist þess og ég bara ok, alltaf. Þannig að eitt sætur rúnni júl, mjög skemmtilegt að prjóna og pínu ruglingsleg uppsetningin á uppskriftinni en þú veist, það var svo margir búin að gera hann á undan mér þannig að ég gæti bara, ef ég var svo sem eitthvað týnd, ég vissi af því að þetta væri pínu ruglingslegt þannig að það ruglaði mig ekki. Og já, bara mjög ánægð með þetta klár og nú getur hann fengið hana. Mamma hans er búin að vera að bíða, sko, ég klára hann held ég á 50. Ég tók nefnilega upp fittunarkast á laugardaginn var, fytti upp á 10 nýju hlutum. Þetta var eitt af því og næsta klár er líka eitt af því, þannig að já, bara 8 eftir af þessum 9. Þannig að nú fær hann þetta. Næsta klár er svo Odyssey sjalið eftir Hóhi Locatelli sem að ég er búin að ætla að prjóna síðan að það kom út. Þetta er uppskrift sem að Hóhi er með fría á Ravelli. Hún er svona að gefa tilbaka uppskrift af því að hún er náttúrulega mjög frægur hönnur og selur brjálæðislega og þetta er bara hennar lifibrauð. Og hún vildi gefa eitthvað tilbaka og gerði þessa, mér finnst þetta eiginlega flottasta sjal sem að hún hefur gert. Ég er miklu hrifnari af flíkonum hennar heldur en sjölunum og sokkunum. Þannig að og þetta er búið að vera, sko, þar sem ég er að fara að sýna ykkur núna, er eiginlega mikið tilbúið að vera í pókum tilbúið síðan Edinborgarhátíðin var. Ég var svo innblásin af því sem var í gangi þar að ég fór bara og veslaði í mínustassi og setti í póka og það er loksins núna komið á prjóna. Búið að bíða henni í stofu í pókum hjá mér í allt sumar og vill til að ég á fullt af fallegum pókum þannig að það hefur ekkert verið
ekkert, þú veist, það voru einhver bónuspókar utan þetta. En Garnier frá Dr. Dyeworks sem ég keypti á Hrafnagili á handverkshátíðinni fyrra og ég var eitthvað mjög utan við mig af því ég ætlaði að kaupa hana í Golden Hour sjalið eftir Andrew Maury sem ég svo gerði og gaf. Ég las svo hryllilega vitlaust uppskriftuna að mér fannst ég þurfa að kaupa 2 af hverjum lit. Þannig ég keypti 6 hespur. 2 af þessum gilda og 2 af þessum freknóta og 2 af þessum gráa. Þannig að ég átti nóg garni. Búin að, gerði Golden Hour, gaf það, notaði mér segja þetta gilda og þetta gráa í pröfuprjón fyrir mínu fyll upp á svona kraga sem að ég fílaði svo ekkert til þess að eiga og rækti hann bara upp og það er komið núna í þetta sjal. Maður sjá hvernig kveiki á þessari spjaldtölu hérna ég ætla að segja ykkur hvaða litir eru í þessum. Ef þið hingrið augnablik. Nei, hvaða stælar eru þetta? Notebook, projects. Sjá, var ég búin að skrifa? Nei, ég var ekki sem að skrifa við þetta sjal. Hérna, þetta Golden Hour. Sko, þessi guli er Dijon eins og sinnepið og freknóti er Calm og grái er Platinum. Og þetta er DK gróleikinn sem er alveg geggjaður hjá henni. Hérna, Salome, Dr. Dyeworks. Og það var svona pínu, ég var við vorum búin að ákveða að fara ekki á handverkshátíðina. Svo var ég svona alveg að skipta skoðun en þá veiktist ég þannig að það var bara tekið úr höndunum á mér. Þannig að ég huggaði mig með því að prjóna þetta sjal úr garninu sem ég fékk á handverkshátíðinni fyrra. Og þetta er mjög fljótgert sjal. Ég fitjaði upp á það 3. ágúst. Kláraði það í gærkvöldi og það var í strekkingu í nótt. Og fínt bílaprjón. Nema kannski akkurat bara, akkurat rétt á meðan að leyskaflinn er en hann er bara nokkrar umferðir. Þannig að ég er, nú farið þið aldeilis að sjá, lita palettuna mína hérna bara koma hverjum fætur öðrum. Af því þegar ég fitja upp á öllu þessu að þá skrifa ég mitt á Instagram í statusinu það að ég væri að fitja upp á 6 peysur á mig og bara mig. Og það sést nú svona fljótlega hvers vegna. En þetta eru náttúrulega, þessi jarðlitir eru rosa mikið ég. En ég ætla að setja ykkur á pásu og laga þess til hérna svo ég nái í allt sem ég ætla að fara að sýna ykkur. Augnablik. Þetta tókst nú ekki betur en svo en að ég sullaði niður kaffibóllanum mínum. En það varð ekkert gagn fyrir því. Það fór utan á 2 verkefnapoka og annar er alveg vel vassheldur. Þannig að allt í gúti, Þetta var bara alveg. Herðu, næsta dagskrá. Það eru verkin í vinnslu. Og þau eru þetta er allt nýtt sem ég ætla að sýna ykkur. Þessi 3 sem eru elst, það er sem sagt hérna From Grandma with Love teppið og Northeasterly teppið og vettlingarnir hennar Guðlaugar sem ég á eftir að því ég var svo óana með úrtökuna hjá mér, ég á ennþá eftir að reykja upp og laga það. Það verður gert svona þegar ég kemst í smá að prjóna gírinn aftur. En ég ætla að byrja á því bara að sýna ykkur sjal. Þetta er Jigsaw Puzzle eftir Stephen West. Þetta er svona eitt af
þetta sé nýjasta sjálið hans. Held að. Og hrikalega skemmtilegt. Og ég bara að nota alls konar görn í þetta, en þið sjáuð alveg hvert litapalettan stefnir, sko. Þetta, dóttir mín stílisti, hún mun örugglega segja alveg, mamma, maður ekki alveg vera bara í þessum litum, þá var að gera eitthvað pínu annað, en auðvitað ég alltaf í þá svörtum buxum eða dökkbláum gallabuxum. En þetta sem sagt tvöfalt fingering og auðvitað má nota DK líka í þetta. Og hér ég með sem sagt einn gráan og svo þennan með, og ég ætla að hafa svoleiðis, þú veist, vera alltaf með einn bara svona solid og svo freknóttan á móti, og var búin að gera svoleiðis það, og svo líka hér byrja með öðru, og það var bara eins og ég væri að prjóna tusku, og ég bara rakti það upp, og ákvað ég myndi bara nota sem sagt bara innan úr og utan af hnyklinum, þannig að ég fengi tvöfalt band þar sem að það á við, en svo getur náttúrulega alveg komið stundir þar sem að einhver svona freknóttur og einlitur fara vel saman eins og í fyrsta þríhyrningnum, þá nýti ég með það. En þetta alveg ótrúlega skemmtilegt og bara rosalega fljót gert, af því að þetta náttúrulega tvöfalt á númer 5 frekar en 5,5. Þannig að já, ég held að þetta sé kannski dagstund sem að þetta tók. Bara, já, partur úr degi. Og ég alveg með bara fullt af gatni í töskunni, þannig ég get ekki einu svona lokað henni. Það bara, svo bara legg ég frá mér sjalið, ég með teikningu af sjalinu, það sem alveg skrifa át, þar sem sérð alveg þríhyrning nummer 1 og svo nummer 2 og 3 og 4. Þannig að maður getur svona aðeins átta sig á hvað næst, svo maður sé ekki endilega að setja nákvæmlega eins liti nálægt hverjum öðrum. Af því að ég alveg með einhverja 20 ólíkar dokkur hérna, það ekkert víst að ég noti þær allar, en bara gott að hafa úr nægu að móða. Það nú eitthvað sem ég búin að læra af henni Lindu minni, að bara vera svolítið, vera bara með nóg úrval og lenda þá ekki í vesinni ef maður ekki nálægt starfsemi sínu en langar til þess að halda áfram með verkefni. Þá getur maður bara græja það. Nú næsta verkefni í þessu rosalega helgulegu leitaþema Enchanted Mesa. Loksins komin á prjóna. Það svo skrítið að horfa á þetta svona. Ég gerði eins og margir hafa gert, ég gerði ekki 5. slæsi til að setja ermina fyrir neðan það. Ég byrjaði fyrir með ermina og hin á móti kemur sirka út á sama stað. Og þetta DK grófleiki á 5 mm prjóna. Þannig þetta, og ég ætlaði að taka þetta með mér í útilegum helgina og klára hana, en sá þá gagn einmitt í sjalinu. Hann langaði að nota kalm í ermarnar eða stroffiða neðan eða eitthvað. Eða vildi allavega kosta að ég geta gert það. Þannig að nú hef ég kostað því, og þetta bara alls konar. Þetta Malabrigo Rios þetta Vassnes og þetta eitthvað óþekkt og hérna Malabrigo og svo ég að nýta það sem ég búin að setja hérna uppi í þennan hluta. Og þetta ullar band, þetta alveg sko, þetta Suoma DK 100% Finsheep Wool non-superwash. Finnsk ull sem ég að nota með þennan gæja, og ég mun ekki þurfa að vinda upp hespuna. Og í ermina fer líka pottþétt Labiana May
Grello liturinn. Ég hugsa að hann bara fái að koma hérna út. Ég veit ekki hvort ég skipta hespin í tvennt og reyna að hafa þær svolítið svona svipar. Ég ætla að pæli því bara þegar ég búið með búkinn. Það er ekkert mikið eftir að því. Þetta er bara, þú veist, ég ætla að geta alveg að klára, ég ætla að klára þessa peysu í vikunni. Það er ekkert öðruvísi. Og þetta er bara ótrúlega skemmtilegt prjón. Þetta er eitt af því sem er búið að vera í töskunni eiginlega síðan í Edinborg og ég er ekki búin að hugsa um hann daglega síðan að ég sá Lindu-peysu þar sem hún gerir þessa breytingu og leikur sér svolítið með uppskriftina. Þannig að þú veist, þegar maður sér hvað það er einfalt, hún lítur út fyrir að vera svo flókin, en þegar maður finnur svo út að þetta er alls ekki flókin uppskrift, þá er einmitt svo auðvelt að leika sér með hana. Nú, svo næsta verkefni sem maður hefur fekk svolítið athygli helgina er rúni júl með tvisti, segi ég, af því að ég er ekki að gera bublumönstrið, heldur svona munstur. Mamma hennar Hrafntinu vildi fá rúna júl stílinn en annað munstur framan á og við fundum þetta og ég fann þetta á Pinterest og skrifaði bara upp þann búta á uppskriftina sem ég vildi nota. Og ég ætla að gera smá síkkun líka aftan á hjá henni. Og Hrafntinna valdi litin sjálf, þetta er Merino Extra Fine og þetta er svo albleikasti sem hægt er að velja og þetta er mjög skondið af því að hún laðast að litnum sjálf. Mamma hennar og pabbi hafa aldrei ýtt henni í eina eða neina átt með liti. Og þetta er algjörlega eitthvað sem hún náttúrulega sér, þú veist, margar stelpur í bleiku og verður náttúrulega fyrir áhrifum af því og hún ægilega sæt í bleiku líka. En þetta er sérst bara Drops Merino Extra Fine liti 25 og hún er ofboðslega klæjar undan öllu, þannig að þetta er, við veitum að þetta gengur og það þýddi ekki að hafa rúllukraga hjá henni. Mjög viðkvæm á hálsinum, þannig að það er bara svona plain kragi þar. Og ástæðan fyrir að ég hélt ekki áfram með þessa helgina var einfaldlega svo að ég ætla að fullvissa mig að ég sé búin að sé komið nógu langt til þess að skilja að fyrir ermar og ból. Þannig að ég þarf eiginlega að kíkja á hana seinna í dag og máta við. Já, setja uppskriftina onni í. Næsta dagskrá átt að vera Ísafold frá stroff.is en svo sá ég nýju peysuna frá Knillax, brák með rosa flottum breiðum kaðli framan á og ég skipt skoðun. Ég er búin að flytja þetta upp á Ísafold sem að verður að brák þegar hún kemur út, þannig að ég ætla bara að sjá til með lykkjufjöldan ef þetta er eitthvað mikið off þá náttúrulega bara að byrja eitthvað nýtt, en ef þetta þú veist, jú, ég þarf örugglega að byrja upp á nýtt korter, ég þarf að gera prjónavíslupröfu en ég spurði hana Ellu sem er með ömmu Loppu síðan á Facebook hvort að þetta myndi ekki ganga og hún hélt það alveg. Og þetta er sem sagt Katja Merino Natur sem er gefið upp í Ísafold og ég nefnilega ég gerði Ísafold á dóttur mína og mér verður bara illt í puttunum við tilhugsunum að fara að gera svo hnúta aftur. Þannig að þess vegna sé ég ekkert eftir að hafa farið frá því verkefni. En þetta er einmitt gefið upp fyrir 16 lykkjur á prjónafestunni, 10 cm og 20 umferðir og það er svona það bil það sem að verður á kalapeysunni. En hún er í pröfuprjóni í augnablikinu þannig að ég bíð bara eftir því og þetta bíður þá bara í töskunni á meðan. En þannig að á Ravelry hjá mér mun ég þá bara skipta nafn þegar ég er komið þá uppskrift í hendurnar.
á því verkefni og í rauninni gefa því þá nýja byrjunardagsetningu. Síðan hérna stroffið á Copenhagen-svetter, búin með ógeðslega mikið, eða þannig. En það er bara einhvern veginn, þegar maður er búin að flytja upp á, þá bara finnst manni maður, þú veist, þó að sé bara eitthvað smáttri í, þá er þetta byrjað. Og þetta er mjög auðvelt að prjóna úr þessu gatni. Þetta er mjög, eins og sjáu þetta, það er ekki fast prjónað þarna. Þetta er mjög svona laust í þessu efni. Þarna aftan. Og ég er að nota Bursted alpakka frá Sandnes sem að ég keypti á lager heildsölu eða lagerhreinsuninni hjá Tinnu fyrir tíma síðast minnum mig. Þetta er litur 2024, bara, já, lita þemað. Helga Gargula og bara leið og ég hef búið með stroffið og þá hefst fjörið sko. Hún er munstruð í döðlur að framan og ermarnar og þú veist það er bara smá slétt prjón á bakinu, annars er þetta perlprjón og svona gatamunstur. Þessi verður voða sparileg og fín. Þannig að hún er sem betur fer í vatnsheldri skjóðu. Svo er það Nýmald Magic, ég gerði þarna svarta svoleiðis í vor, það sumar. Ég er ekkert búin að hafa tilefni til þess að nota hana, það er búið að vera sól bara, síðan hún kláraðist eiginlega. En ég var alveg alltaf ákveðin í að gera eina svona úr alls konar litum og gatni og svoleiðis og er bara alveg búið með svona mikið í fyrsta hlutanum. Það sem ég ætla að gera er að ég ætla alltaf að vera með mohair á móti, svona fingering, og ég ætla að hafa onion fyrst og fremst í mohairinu. Ef að ég þarf að fara eitthvað út fyrir onion þá verður það kid silk. En mér finnst bara onion svo óbáslega fallegt, það er svo mikil gljái í bandinu og miklu meira fluff. Svo er ég líka með svona aðra afganga af mohairi og það bara vantar hann glans í þetta sem að onionið er með. Og ég held ég sé bara með alveg rosalega mikið af litunum frá sem eru til í onion. Og svo er bara, ég ætla að reyna að losa þess mohairið. Allt onion sem ég er búin að vera að sanka að mér. Kaupi einu og eina hespu í hverri ferð í Hagkaup í Skeifunni. Þannig að ég á ansi mikið af þeim. Og svo er bara tauran full af svona litlum gæjum. Þannig að þetta verður rosalega skemmtilegt verkefni. Og og þegar maður er búin að gera þetta einu sinni þá veit maður hvers er að vænta og þetta verður einhvern veginn allt fljótlegra. Þannig að þá er þessi, það er bara 2 peysur eftir, gott fólk. Það er ég að lauga eitthvað með gömlu verkefni. Það er svo, þau eru 4, það er 1 vanilupar náttúrulega út í bíl. Bara svo það sé á hreinu. En þetta er Sippila eftir Boyland Knitworks. Eftir, já, Caitlin Hunter. Þessi ég ætla að gera hana síðarma. Og ég er að nota eitthvað sem er bara, þú veist, alls ekki gefið upp í hana, en ég ætla samt að nota af því að ég ræð.
Ég að nota Baby Panda frá Rauma. Aðalliturinn verður þessi ljósgrái, nr. 74. 61 er aukalitur ásamt 66 og 65. En það náttúrulega á bara að vera einn litur í munstrinu. En ég ætla að leika mig svolítið með munstrið, að blanda hinum litunum með, bara svona að ég geta. Þannig að það er bara hérna fullur poki af gráu og svo þetta. Þetta er líka búið að vera lengi að bíða eftir því að komast á prjónana. Já, ekki meira en það að segja. Ég nefndi ekki að gera prjóna fyrstu pröfu á þetta, en þetta er svona pínu oversized, þannig að ég tók bara sénsinn. Nú og síðast en ekki síst hér í Barbapapa-pokanum er flax eftir Tin Can Knits og ég er alveg búin að fytja upp á stroffinu úr þessu geðveikislega fallega garni sem ég keypti með henni Helgu nöfnu minni og prjóna systur í freistingabúluna á Selfossi. Við keyptum okkur báðar garn í peysu og þetta er Fildar Fill Metallo. Það er svona metal, við sjáum glampan í því. Og þetta er 42% akríl, 40% polyester og 18% ull. Þetta gefur upp að prjóna númer 5. Og maður þvo 30 mjög mildu. Ég er að gera stroffu á 4 og fer svo upp í 5 þegar ég fer yfir í peysunni sjálfa. Ég held að þetta sé frí uppskrift á rafverli, ég minni það. Ég er búin að gera á dóttur mína yngstu og gera svona leikskólapeysu á Hrafntinu. Þetta er alveg frá 0 til 6 mánaða upp í 4XL, þessu uppskrift. Og það er hægt að fá hana fyrir svona þennan grófleika og svo fyrir fingering. Þá er uppfylljunar röflinu hér með lokið. Þetta er það sem gekk á laugardaginn var að mestu. Ég er búin að vera að spinna. Þetta kemur af Louette S17 hjólinu hjá mér. Nú er ég nefnilega 2 svona, sem virka. Sýni ykkur það. Þannig að ég spann þetta er sem sagt tvinnað. Þetta eru 2 þræðir tvinnaði saman, spann það áður en ég fór og tvinnaði það svo saman í gær. Og svo eftir að vinda af spólunni og búið til hespu og þvóana og berja úr henni krullið þannig að garnið slakni og verði að almennilegu prjónagarni. En svo tók ég þátt í Kickstarter verkefni síðasta vetur fyrir jólin. Og það er svona, fyrir þá sem ekki vita, þá Kickstarter er svona svæðið þar sem að þú setur fram vöru sem þið langar að fjármagna og fólk getur stutt þig annarkvort bara með því að fá ekki neitt baka eða fá það sem að er verið að fara að framleiða. Og ég hef nokkuð sem tekið þátt í svona sérstaklega með geisladiska og bækur og núna tók ég þátt í fjáröflun fyrir þessa græju og er loksins komið með hann í hendurnar. Söfnuninni lauk 21. desember og fór langt fram úr björtustu vonum, þannig að það er búið að vera crazy að gera hjá honum Maurice sem að fekk þessa flugu í höfuðið að gera svona mini
spinner. Og hann kom til mín á föstudagsmorguninn og ég náði að græja hann þannig að ég gat tekið hann með hann í útileguna og spunnið á hann. Og það var náttúrulega ekkert fótstig á hann með hann eitt, heldur nota maður bara svona hleðslubanka eins og maður nota til þess að hlaða síma og spjaldtölvur og svoleiðis þegar maður í fjarri rafmagni og þarf auka hleðslu. Þannig að það bara fylgdi snúra með frá honum, svo átti ég hleðslubanka og þetta bara plöggast saman. Ég reyna að sýna ykkur hvernig þetta virkar. Já, og síðan bara snýst þetta alveg eins og ég veit ekki hvað. Og það er hægt að láta þetta snúast í hvora áttina fyrir sig. Það er svona lítið takki hérna sem maður færir til þess að hérna að því að maður spinnur einn þráðan í aðra áttina og svo þegar maður spinnur saman 2, 3 eða 4 þræði en ég er að spinna saman 2 þá tekur maður það í hina áttina til þess að afspinna aðeins af því maður yfirleitt yfir spinnur svolítið þráðinn og svo afspinnur maður það á bakaleiðinni. Og ég gerði 2 svona dúllur í útilegunni og byrjaði svo í morgun að hérna setja 2 saman og hérna og á svo eftir að tvíspinna meira saman af því það er ennþá eftir á hinni hespunni. En þetta er, þú veist, ekki alveg 100% gott en maður þarf svolítið að læra á þetta. En sko ég þarf ekki einu svona þvoða til þess að ná úr því, þú veist, það er ekki mikið tvist í eins og miðað við þegar ég er að gera á lúettina. Það spinnst mikið svona harðar upp á hann þannig að maður þarf að berja svolítið úr honum spennuna. En samt er maður alltaf að verða betri og betri í því, maður þarf að berja minna og minna úr. Eins og þetta, það er ekkert rosa mikið í þessum, þannig að þetta er svona alltaf að koma á lúettinum. En þú veist, þetta, ég er búin að eiga hann í ár og þetta er svona núna fyrst að verða svona jafnt og þétt hjá mér. Þannig að ég er ekkert að gera einhverju brjálaga væntingar að ég ná einhverju svakalega út úr þessu strax. En það sem er auðveldara við þennan litla gæja með við lúettin. Lúettin er þessi típa sem ég á, S17, sem er svona einstígin, að hann er gerður til þess að spinna svona frekar gróft gafn. Þannig að ég ekki auðveldlega náði niður í hérna svona fingring nema svartagarnir sem að ég notaði í hérna Mild Magic peysuna. Það var bara, og svo leifir ullin manni mismikið líka sem maður er að spinna úr. En þetta, það er alveg hægt að gera tannþráð úr þessu sko, þó maður sé búin að tvinna saman 2 þræði, þá er þetta samt að þetta ná svo alveg óbáslega fíngerðu. Þannig að hérna, þegar ég er búin að ná réttu lagi á þessu og fann að geta fengið svolítið hérna gott band út úr þessu, þá er þetta alveg perfekt í eins og sokka. Þannig að þetta er sérst nýja barnið á heimilinu og bara hrikalega mikil stemning inn í grúpunni sem að ég er í, sem ég fór í þegar ég var búin að fjárfesta í þessu og allir að fá gæjana sína núna og að hjálpast að við að gera á enn betri og svoleiðis. Þetta er náttúrulega bara mjög einfalt og pínlítið tæki og það er svona til alls konar ráð til þess að gera þetta skilvirkara og já, bara ótrúlega skemmtilegt. Og þannig að þetta svona fjall líka svolítið inn í það sem datt í pokan, þó ég hafi í rauninni verið búin að eignast þetta í desember, þá var ég að fá þetta bara fyrst núna. Nú svo eru þær í Today I Feel, þær stundum alveg geta drepið mig, þær eru með svo fallega liti hjá sér og daginn þegar þær gerðu fyrsta skammtina þessu garni sem ég ætla að sýna ykkur, þá var ég komin með það í körfuna hjá mér inn á Etsy síðunni
gleymdi svo bara að ganga frá og kaupa. Þannig að það var svo næst þegar ég kveikti á perinni og að þá var bara allt uppselt. Svo núna daginn sá ég að þær voru aftur að lita þessa liti og þá bara rauk ég inn á síðuna og pantaði og gekk frá. Og ég bara, sko, þessi hann stendur mér ansi nærri þessi litur, Today I Feel Proud, og ég náttúrulega mjög stolt móðir lesbískrar stúlku og og bara ótrúlega stolt af henni og kæristunni sinni og búin að og náttúrulega þekki fullt af fólki sem er samkynhneigt og bara besta fólki í heiminum og hef farið með ansi margar gleðigöngur með dóttur minni og núna fer hún bara með kæristunni sinni og maður hefur alveg orðið meira var við ég meina erfiðleikana hjá þessu fólki við að bara að fá að vera það sem það vill vera og manni finnst svo ótrúlega hvað fólk getur verið þú veist, freðið í þessu, bara að ætlast til þess að við séum öll eins. Það er bara óbóðslegri heimurinn leiðilegur ef við værum öll eins. Þannig að ég er bara mjög stolt og ótrúlega stolt að eiga þessa hespu. Ég veit ekkert hvað hún verður. Það er ekkert víst að hún verði neitt. Kannski verður hún bara svona inn í skáp hjá mér til þess að minna okkur á að vera bara stolt af því sem við erum. Hvað sem við erum og bara bera virðingu fyrir því hvernig fólk almennt er, hvort sem það er samkynhneigt eða gagnkynhneigt eða allt þetta sem er til í dag og hefur alltaf verið til. Heimurinn hefur aldrei bara verið gagnkynhneigður. Það er bara alveg á hreinu. Og svo er þessi bara algjörlega sama meiði og Today I Feel Proud er Today I Feel Like a Unicorn af því að gay samfélagið er svolítið mikið einhyrninga samfélag. Þetta er allt einstakt fólk og við erum öll einstök og einhyrningar eru einstakir, ótrúlega fallegir eins og mannfólkið er og þetta ég bara tíma ekkert að gera neitt úr þessu strax. Ég ætla bara að hafa þetta inn í skáp og strjúksu. Þannig að ef við höfum ekkert gott þetta málefni að segja, þá skulum við bara þegja. Og hann nú. Já, þannig að þetta var það sem datt í pokann. Og ég held að það sé ekkert neitt á leiðinni. Ég náttúrulega, þú veist, ímyndað að verslaði alveg rosalega á Hrafnagili helgina þegar ég var að skoða Instagram sögurnar hjá fólki og Instagramið og þannig að ég verslaði alveg ógeðslega mikið í huganum en kannski þegar að íslensku litirarnir verður búin að uppfæra búðirnar verslanirnar eftir hátíðina, aldrei að vita nema maður kikki á það. En ég er samt svona pínu langar ekkert ég er ekki með nefnilega nein ný verkefni í huga. Það er ekkert á döfinni hjá mér sem er ótrúlega skrítið. En ég er bara búin að þessi verkefni sem eru nýkomin á prjóna eru búin að bíða svo lengi eftir því að komast upp úr töskunum að ég er búin að svona loka bara á annað. En ég fer alveg reglulega samt inn á Ravelli og set uppskriftir vilt og galið í innkaupakörfuna mína og svo bara eru þær þar þá tilbúnar þegar að því kemur. En í augnablikinu er ekkert. Ég er með allt í gangi sem ég vill vera með í gangi og ég vil bara njóta þess að þetta er fyrsta skipti sem ég er í þessari aðstöðu. Þú veist, það er alveg, fullt af uppskriftum, nýja sjálfina döggum í litlu prjónabúðinni. Mér langar alveg rosalega að gera það og ég mun gera það en það er einhvern veginn, ég er ekki komið með neina liti í huga fyrir það eða neitt svoleiðis. Þannig að það er ennþá svolítið fjarri mér eitthvað ný verkefni.
Töskurnar eru bara á sínum stað og ég ætla að byrja að sauma í næstu viku. Það er hérna fyrir gardgönguna sem að vera 7. september, bara styttist óðfluga í það. Og næsti þáttur verður annarkvort 27. ágúst eða 2. september. Það fer bara eftir hvað verður að gera. Nú, í blaðrinu er það helst, eins og ég segi ykkur, þá er það þannig að ég fer til læknis á 5. eða 1. fyrir verslunarhelgi út af húðsýkingu sem ég gjörn á að fá og þurfti að fá meðhöndlun við því og það gekk alveg og allt gott og blessað nema og svo á laugardeginum að því við ákváðum að fara ekki til verslunarhelgina sem betur fer að þá bara fitja ég upp á öllu og er bara náttfötunum og er ekki alveg sjálfur mig lík og ég hélt bara að þetta væri sko penslín fyrir alveg ofboðslega í skapið á mér. Ég verði eins og bara andsetinn unglingur og mamma mín hefur fengið að finna fyrir í greið og maður minn og ég reyna að halda aftur af mér svona út á við og ég held bara að þetta sé bara það, þú veist að ég bara er svona leiður rosalega asnalega og ég hugsa að þetta var bara penslínið og gladdi mig bara með því að fitja upp á og bla bla bla. Síðan á sunnudeginum fáum við allt gengið okkar í pulsupartí á pallinum og bara rosa gaman en ég finna með þau eru það er alltaf að hellast eitthvað meira og meira yfir mig skrítið, ég finna ég komi hita og fyrir ekkert verri samt svona aðeins búin að espast eitthvað upp en ekkert orðin eitthvað verri, þannig. Og svo bara fara allir heim og allt góð með það og nóttina vakna ég svo bara með rosalegan bakverk. Alveg hægra megin bara eins og ég hefði verið kýlt með sleggju. Ég var fljót að kveikja perinu, ég væri örugglega komin bara með þvagfærasýkingu sem leiðir upp í nýra og mál er að ég finn yfirleitt aldrei fyrir þvagfærasýkingu einfaldlega því ég er með blöðrulömun sem að fylgir bara mínu MS-i þannig mjög svona ónæm fyrir því þannig að ég missi oft af einkennunum og þetta endar oft bara þarna í hægra nýranum og ég fer á læknavaktina á mánudagsmorgninum á Skaganum og er send beint yfir af heilsugæslunni yfir á spítalavaktina og þar er tekin sýni og það var alveg augljóst og það var eitthvað blúsandi stuð í gangi og hann setti mig semst á annað penslín samhliða þessu sem að ég var á við húðsýkingunni og ég var bara ofslöpp þá til þess að krossa mig og hugsa til aumingja fólksins sem þurfti að umgangast mig á 2 mismunandi sýklalyfjum og ég var komin bullandi hita og á mánudagskvöldi þá er ég líka orðin slæm vinstra megin og en svo strax á þriðjudeginum þá er nú farið að rjátla að mér og svo kom bara daginn að þetta var bara mjög svæsin sýking og ég átti bara að vera á sýklalyfjunum þangað til í kvöld en verð áfram á þeim bara til þess að tryggja að ekkert sé að gerast að þeir halda að sé jafnvel ég ofta er með svona sand í nýrónum en ekki steina en þeir halda jafnvel að það sé eitthvað meir í gangi. Þannig að þeir vilja að ég komist alveg yfir þessa sýkingu og svo sjáum við bara hvað gerist í framhaldinu því. Þannig að ég er búin að vera alveg ákaflega góðu skapi eða þannig. Dáist að mannanum mínum að hafa tekið mig með í útilegu helgina en það var líka bara gott að vera bara úti í, ég fekk leyfi til þess að fara í útilegu hjá lækninum og fórum ekkert langt. Og við lifðum það, og já, hann lifði það af og ég fann strax mun á skapinu núna í morgun af því ég tók síðustu pensilíntöfluna við húðsýkingunni í gærmorgun. Þannig að ég hlakka mjög til á 5. þegar ég er búin alveg á pensilínu og það er vilt skapi lagast bara á einu degi, kemur tilbaka og vonandi verður þá bara búið. Að það er stór helgi framundan, mamma mín verður 8 á sunnudaginn og við ætlum að halda upp á það með stæl fyrir hana
og hlakka rosalega til og byrja að baka í kistuna og svona, og þetta það verður bara yndislegt hitta nánustu ættingja, þú veist, þetta verður bara nánustu ættingjar, samt verður við örugglega svona 70, þannig að mamma kemur úr mjög stóru systkinahóp, þau voru 10 systkin, eru 9 á lífi, og þannig að bara þau og makar, þú veist, það er alveg 20, og svo eru við náttúrulega börnin og tengdabörn og barnabörn og barnabörn og systkini pabba meins og þú veist, þetta bara er komið leið upp í einhverju svaka tölur. En það verður bara rosa gaman og ég hef komin í ógeðslega gott skap þá og bara pant vera hætt í þessu nýrna stúsi. Já, þannig að þess vegna líka var mér kannski svolítið úr verki. Ég fór ekkert mikið út fyrstu daginn eftir veislu og var bara heima að prjóna, og það aldeilis bjargar líka miklu að hafa prjónuna sína. En eins og ég segi, næsti þáttur verður 27. ágúst eða 2. september. Það bara fer svona eftir í hvað mér vinnst til og svoleiðis, og og mér langar svolítið nefnilega að breyta þessu þannig að ég sé, mér langar að koma aftur 2. september og byrja svo hálfsmannlega út frá því. Svona, það henta mér eiginlega betur með það sem að framundan er hjá mér. Þannig að já, ég hugsanlega verða bara 3 vikur í næsta, og þá er ég líka með bara vonandi meira sýningur og einhverja nýja töskur og svona, ég með alls konar, mér langar að koma með nýja típu af tösku sem er ekki, ekkert ný, ekkert mín hugmynd eða neitt svoleiðis, en bara svona fá tilbreytingu fyrir mig í saumaskapinn líka. En þannig ég vona að þið séu bara enn að hlusta á mig, sé ekki löngu búin að gefast upp á mér, en það er líka alltaf, ég veit ekkert það, fylgist ekkert með því hvernig það gengur allt fyrir sig, en ég hlakka líka til að sjá hvaða áhrif birtan hefur haft á þennan þátt. Ég var bara hálf sjóveik á að horfa á síðasta þátt út af birtubreytingunum. Þannig ég bara óska ykkur góðrar og gleðilegra handavinnu vikna, og við sjáumst hress að öllum líkindum 2. september. Takk fyrir og bless bless.